Jú, það væri hugsanlegt að gera það vegna þess að stjörnufræðingar að þeim tekst að búa til einn punkt, myndpunkt í háloftunum og nota hann til að stilla af stjörnusjónauka við athuganir á stjörnuhimninum og ef maður hugsa sér svo að við hefðum milljón slíkra punkta þá getum við búið til mynd á himinhvolfinu. Og hvernig er þetta gert? Þið vitið það kannski öll að norðurljósin myndast við strauma frá sólinni eða róteindum og rafeindum sem koma í straumi til jarðarinnar og safna saman við pólinn á lágri hæð 100 km hæð. En það annað þarna í þessari hæð og það svokallað natrínlag. Það frumefnið natrín sem hefur sést þar að vegna uppgufunar á loftsteinum sem komast af alltaf utan geimnum sem falla á lofthjúpinn alveg stöðugt allan daginn, alla sólarhringinn og alla jörðina og að stjörnufræðingar nota natrínlag og lýsa það upp með leysigeislum og þá myndast ljós, að vísu annarri tíðni en ákveðið ljóspunktur sem síðan skoðaður í gegnum stjörnusjónaukann og nægir til þess að leiðrétta við öðrum athugunum í gegnum sama tæki. Nú, það er það ímynda sér það að búa til þennan punkt, þannig hann sæist með björtum augum án þess að nota sjónauka, eða berum augum, réttara sagt, já, og þetta myndi þannig fara fram að maður sendi leysigeisla með nægilega háu afli til þess að sæist þá þarna himninum, þessar 100 km fjarlægð og væri að svipari birtumagni eins og ljóspunktur í norðurljósi. Við skulum snöggvast reikna út hvað það er mikið afl að halda til þess að gera þetta. Stjörnufræðingarnir nota 1 watt afli, kannski 60 cm sjónauka, ljósopið er 0,6 cm og hlutfallið þarna 1/100 í þvermáli á sjónaukanum og ljósopinu. Til þess að sjá til hvað er mikil munur á ljósmagni að þá var að setja þetta hlutfall í annað veldi, það eru sem sagt 100 sem 100 eða 10.000. Þá sér maður að til þess að búa til svona lýsandi punkt á himninum í þessara hæð sem væri sýnilega berum augum verðum 10.000 watt eða 10 kW. Nú, að þar með ekki reikningum lokið vegna þess að svo þarf að framleiða náttúrulega leysiljósi með vissu rafmagnsafli og það er hægt að gera svona 10% virkni og það myndi þýða það að við þurfum 10 sem meira rafmagnsafl til þess að búa til þetta ljósafl og þá er líka svona punktur bjartur. Og það myndi þá vera 100 kW af afli, rafmagnsafli til þess að búa til þennan punkt. Og nú, ég sagði áðan að til þess að búa til heila mynd þurfum að fjöldamörgum punktum að halda, þá kemur ein mynd fram. Við skulum segja með myndtíðni sem nemur 1 riði eða 1 hertz að þá væri þetta nægilegt þess að lýsa hreyfingu norðurljósanna í himninum og þá sjáum við það, við þurfum að halda á hverju sekúndu 1 milljón myndpunkta sinnum 100 kW og það þýðir sem sagt 100 gigawatt af afli til þess að búa til norðurljós. Nú, þetta er nú ekki smáræði vegna þess að heildarafl rafmagnsframleiðsla Íslands í meðaltali skulum segja svo með öllu jarðhita og öllu vatnsafli sem er til staðar á Íslandi. Þar er framleiðslan mest 2,5 gigawatt í hlutfalli 100 gigawatt sem þurftum á að halda til fyrir norðurljósin. Og þetta er svo ótrúlega há tala að þetta er svona eins og rafmagnsframleiðsla, skulum segja, stór veldis eins og Þýskalands. Þess vegna kemst í það niðurstöðu það sé skynsamlega ekki búa til manngerða stjörnu eða myndpunkt á himninum, heldur að búa til manngert himinhvolf. Og það er til, það er svokölluð stjörnuver sem eru mjög algengt erlendis til upplýsingar stjörnuheiminn, átt að sjá því öllum stjörnumerkjum og þá er þetta gert þannig að það er varpað mynd af himinhvolfinu innan í hvelfingu fyrir svona 100 manns áhorfendur í senn
Og á þessu kvælingu mætti auk náttúrulega stjörnuhiminsins einnig varpa myndum sem eru teknar af norðurljósum í fullum litum á þennan himinn. Og það var nú alveg ótrúlega miklu ódýrara heldur en reiknistæmið sýndi sem ég fór með gegnum ykkur með áðan, rétt áðan. Sem sagt að boðskapurinn sá, við skulum koma til staðar á Íslandi stjörnuveri, þar sem við getum notið stjörnuhiminsins, auk norðurljósanna og jafnvel leyst vandamálið með mikið ferðamennum sem kom til Íslands og lendi í því að það er engin norðurljós á himninum, að það væri hægt að leysa því vandamál þá líka samtímis.